Var að ferðast daginn þjóðveg númer 1 í rút á Sauðárkrók. Þegar maður sem ég sá satt þar og las spurði hvað þessi bók og að bragði svaraði ég, hún algömul en alltaf þó sem ný á metsölulistum víða heim og segir hér frá því. Þetta biblíuþvælan svaraði mér, ég þekki þessa bók. Ég veit að trúarbrögð byggja á skömm og ég þarf ekki svona djók. Þetta þjóðsagna þaður og bull, veikum hækjað allra við. Viltu hlusta smá stund þá ansaði ég honum, sjá þig getur eignast frið. Hann var getinn að vanda fæddur af mig í bænum litla Betlehem. Englar sungu dýrð og frið með mönnunum, himnar sáu litla barnið sem var gefið allt vald á hinn og hjálpa kraft af verð og vakti von. Og Guð elskar þennan heim því að hann gaf sin engan son til þess að hver sem að trúi eilíft líf en eldu hann á kross og hættur og heill hann píndist og dó þá urðu lok á upphafinu. Loka á upphafinu hann hváði leið og
glotti, hvað með það? Hann var drepinn sem glæpamaður á hausaskeljastað. Ég sagði það en ekki sagan endar þar. Hún gildir hér og nú. Dauði hans gefur líf því að gröfin tóm. Svo ég og þú eigum lífið með líf fyrir trú. Sungu til og frima mönnunum hina sáu litla barni sem var gefið allt vald á himn og jörð og kraft af verð og vakti von og Guð elskar þennan heim því að hann gaf sinn einhver son til þess að hver sem á að trúi eigi eilíft líf elti hann á kross og hann reis og hann dó. Þriðja degi reis hann. Já, komið sæl og gott að sjá ykkur öll. Í kvöld verður margt skemmtilegt, en hann vinur okkar, Sigurbjörn Þorkelsson, hann ætlar að flytja hugleiðingu. Það verður skemmtilegt. Gaman að fá því í heimsókn til okkar. En fyrsta lagið sem að kórinn söng, það heitir Lokin á upphafinu og það var gefið út á geisladiski 2014, geisladiski sem að kórinn gaf út. En þá eru geisladiskar ennþá málið, en ég myndi samt ekki henda diskunum að því að ég hef heyrt að þeir séu að koma aftur. En það var hann Siggi Ingimar sem að söng fyrir okkur. Hann er náttúrulega algjörlega stórkostlegur söngvari. En að vanda er það Óskar Einarsson við píanóið og svo höfum við hann Þóri Haraldsson á Hammond með okkur í kvöld líka. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og svo skulum við fara með fallegu bænina eftir hann Hallgríms Pétursson. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Já. 2006 lét þáverandi söngmálastjóri gera könnun á meðal presta og organista á því hver væri vinsælasti sálmurinn. Og útkoman hún rataði á vísi.is, nánar tiltekið 4. maí sama ár, með fyrirsögninni Ástsælasti sálmurinn er dag í senn. Eigum við ekki bara að syngja hann saman? There
Drottinn miskunnað þú oss. Kristur miskunnað þú oss. Drottinn miskunnað þú oss. Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Og í kvöld, það hef ég fengið 2 kórfélaga til að lesa ritningarlestra. Það er Stöllur Sigrún Hermannsdóttir og Ásta Guðrún Beck. Lexía dagsins úr Orðskviðunum, 16. kafla, vers 16-19. Hve miklu betra að afla sér visku en gulls og ágætara að afla sér skynsemi en silfurs. Háttur hreinskilinna að forðast illt, líf sitt varveitir sá sem gætir breytni sinnar. Dramb falli næst, hroki veit á hrun. Betra að vera hóvær með lítillátum en deila feng með dramblátum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Pistill dagsins úr Efesusbréfinu, 4. kafla, versi 1-6. Ég, bandingin vegna Drottins, áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem samboðið þeirri köllun sem þið hafið hlotið. Verið í hvívetna, lítillát og hóvær. Verið þolinmóð, langlind, umbyrið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn líkaminn og einn andinn eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn Drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og Faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Takk Sigrún og Ásta. En í Lindakirkju eru nokkrir unglingar sem eru að dunda sér við að spila og syngja saman. Og í kvöld þá ætla þau að flytja fyrir okkur lag eftir tónlistarkonuna Bríett. Og lagið heitir Esjan, en þetta eru þau Heiðrún Lóa, Jara og Magnús. Og þetta svona smá fifferi hérna á sviðinu. Það þarf að tengja aðeins og svona. Gera þetta allt klárt. Allir sem sjá og svona. Ja. Fínt. Allt í góðu. Allt. Það er allt í reiðu. Sem liggur í öfuga átt.
grasið var grænna, fjarlægðin hér nú, allt svo litlaust og grá. Ég get leita fram á heimsendur og gefið allt sem ég á. Því að Esjan falleg, en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið svo djúpt og það stingur í hjarta að vita ég sé og sé. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur heim. Að telja mig trúum að margt sé mér kært utan þín. En það gengur svo hægt því þú kemur strax aftur til mín. Sver að grasið var grænna og fjarlægðin hér nú, allt svo litlaust og grá. Ég get leitað og leitað fram að heimsendur og gefið allt sem ég á. Því að Esjan falleg, en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið svo djúpt og það stingur í hjarta að vita ég sé og sé. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þú veist að ég kem aftur. Kemur leið aftur heim. Kemur leið aftur heim. Kemur leið aftur heim. Kemur leið aftur heim. Kemur leið Takk fyrir, æðislegt, og við heppin hérna í Lindakirkju að eiga svona flotta unglinga, algjörlega sko. En við skulum standa á fætur og heyra Guðspjall dagsins. En það úr Lúkasi 14. kafla. Hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum farísea til máltíðar og höfðu menn gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður einn, vatnssjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og faríseana: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við. En hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jesús mælti við þá: Ef einhver ykkar á asna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp þótt hvíldardagur sé? Þeir gátu engu svarað þessu. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum standa áfram og fara saman með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesúm Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar,
krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þið megið setjast. Næsta lag sem að kórinn ætlar að flytja lag eftir kórfélaga okkar, hann Stefán Birkisson. Ég bað Stebba að segja okkur aðeins frá tilurð lagsins. Stebbi, ætlar ekki að... Nei, talaði þannan. Ég ætla að ganga frá þessu á meðan. Ég sagði að þetta hefði gett verið neitt, sko. Það kom ekkert ljós að himnu með neitt, sko. Ég samdi lagið, ég var tónlistarstjóri í Samhjálp á þessum tíma. Þannig ég sem þetta lag og mér langaði í texta sem ætti þá við það starf sem var þar og ég syngi í Sigurbjörn, bið hann texta við þetta lag og hann einhvern veginn tók nú ekkert alveg, sko. Hann sagðist ekki vera vanur að semja texta við lög beint en ég mætti senda það á hann, þannig ég sendi það á hann og hann var ekki lengi að koma með textan. Þetta tók mjög skamman tíma. Þannig að við síðan bara útsettum ég lagið og ég og dóttir mín sungum inn á, þetta á YouTube. Það hægt að finna þetta með því að leita Hanna Björt, þá finnið þetta. En síðan kom ég og Óskar útsetti þetta fyrir kórinn og þannig að Hanna mín ætlar að leiða okkur í þessu núna. Hanna, þetta litla barnið mitt. Mér finnst þetta góð saga, Steffi. Jú. Þegar þyrmir yfir huga minn, ég svo leita má. Mér hann býður út faðminn sinn og friðinn finn ég þá. Enginn vinur mér traustari í dagsins ólgu sjó. Hann mitt lífsins akkeri og öll mín sálaró. Enginn sem þú, sem frelsað hefur mig. Þú gafst mér þinn son, mannkyns eina von. Enginn sem þú, sem frelsað hefur mig. Þú gafst mér þinn son, mannkyns eina von. Guð sinn kærleika gefur mér og fyllir lífsins von. Og frelsið vill færa þér, hann sem gaf sinn enga son. Enginn sem þú, sem frelsað hefur mig. Þú gafst mér þinn son, mannkyns eina von. Enginn sem þú, sem frelsað hefur mig.
Þarna kom það. Takk fyrir þetta. Hanna Björt, Kór Lindakirkju, Óskar Einarsson og þið öll. Af hverju eru þið svona? Af hverju er svona gott alltaf að koma hérna? Af hverju verður maður alltaf svona blessaður þegar maður kemur inn og fer út og það streyma bara yfir mann einhverjir yfirnáttúrulegir andar. Það er reyndar bara einn andi, hann heitir heilagur andi, andi Jesú Krist. Takk fyrir að láta það eftir ykkur að vera eins og þið eruð og gefa svona af ykkur eins og þið gerið. Ykkur ætla ég að lesa þetta ljóð. Boðberar kærleikans eru jarðneskir englar sem leiddir eru í veg fyrir fólk til að veita umhyggju, miðla ást, fylla nútíðina innihaldi og tilgangi, veita framtíðarsýn vegna tilveru sinnar og kærleiksríkra nærveru. Þeir eru jákvæðir, þeir styðja, uppörva og hvetja, þeir sýna hluttekningu, umvefja og faðma, sýna nærgætni og raunverulega umhyggju í hvaða kringumstæðum sem án þess að spyrja endurgjald. Takk fyrir allt og náðu friður Guðs sé með ykkur öllum í Jesú nafni. Já, það er október, bleikur október og viku einmanaleikans var að ljúka, eða er að ljúka núna, þó henni ljúki svo sem aldrei. Og bleikur október, hann er tilengaður þeim sem greinst hafa með krabbamein og ég vil líka tilenga hann fjölskyldum þeirra. Það getur verið erfitt að vera aðstandandi þeirra sem greinast með krabbamein, það er álag og veist aldrei hvað það er og hvað verður og hvernig hlutirnir fara og verða og hvað gert verður. Makar og börn og fjölskyldur almennt. Það er fallegt að hugsa til þeirra líka og styðja og styrkja í öllum lífsveginum, öllu ferðalaginu. Það er sannlega list að lifa með krabbameini og það er náttúrulega ævin að glíma að vera til yfir höfuð og takk fyrir að taka þátt í þeirri glímu, hver sem ykkar glíma er. Og ég gleymi aldrei bænheyrslunni sem að ég var fyrir hér. Ég greindist með krabbamein fyrir einmitt 12 árum síðan og hefur lifað með því síðan. Það hefur ekki verið auðvelt, en eftir að hafa farið í uppskurð sem skilaði ekki tilætluðum árangri og 35 skipta geislameðferð á sínum tíma árið 2014, þá var ég viðstaddur útgáfu tónleika Kórs Lindakirkju, þar sem að hún Áslaug og kórinn söng meðal annars lagið hennar Dýrð sé Guði og ég hafði fengið diskinn að gjöf nokkrum dögum eða vikum áður, hafði hlustað mikið á hann og svona kunnið þetta nú allt reglulega og spila reglulega síðan líka. En í þessu lagi að þá svona rétti ég fram hendurnar og það gerðist eitthvað, ég fann það. Og ég var bara komin í vegg í lífinu og fer með þessa reynslu og líða 2-3 dagar áður en ég fer í lækna viðtal og læknirinn tilkynnir mér á þeim tímapunkti að krabbameinsgildin, ég var á lyfjum, en krabbameinsgildin væru komin niður í 0. Og þetta skildi ég ekki og svo sem enginn á þeim tímapunkti og ég rifjaði bara upp þessa reynslu. Það var það eitthvað sem gerðist þarna og það var bara þetta. Og hér er ég núna, 11 árum síðar, reyndar er gildin ekki 0 lengur og ég er búinn að fara í gegnum líftakningalega meðferðir og hormónabælandi meðferðir og ísotópa meðferðir til að lægja verki í beinum og 5 útgáfur af frumudrepandi meðferðum. En ég er hérna hjá ykkur í kvöld og takk fyrir að leyfa mér að vera hérna, bjóða mér, Áslaug, þið öll, segja aftur, takk fyrir að vera eins og þið eruð. Í Rómverjabréfinu skrifar Páll postuli
Eins hjálpar og andinn okkur í veikleik okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem ekki verður komið í orð. Já, Jesús Kristur biður sem sagt fyrir okkur með andvörpum sínum sem verður ekki komið í orð. Hvað finnst ykkur um það? Því að bænin ekki sjálfsali og við getum ekki alltaf orðað allar bænir og allar hluti og óskir okkar sem við höfum að gera kunnar Guði í bæn og beðin og þakkargjörð. En við getum líka bara andvarpað til hans. Hann tekur við andvörpunum og hann biður fyrir okkur á himnum. Hann hér, hjartan okkar og við hliðin á okkur og allt umkring, og hann líka á himnum hjá föðurnum, biður fyrir okkur, líka okkur sem að geta verið einmann á köflum. Þegar þú vind í fang þá haltu höfðinu hátt, hræðstu ekki myrkrið, það mun birta til, því að ljós heimsins mun þér lýsa í gegnum dauðans dimman dal. Hann fer á undan í gegnum storm og regn. Þú munt aldrei ganga einn. Nei, þú munt aldrei ganga einn. Veljum kærleikann. Kærleikurinn ekki þreyttur lagabókstafur eða steinrunnir stafir, heldur síungt og ferskt hjartalag, hugarþel, athöfn og verk sem spyrja ekki endurgjald eða hvernig standi á. Kærleikurinn ekki þraskjarn, veit ekki allt best og veður ekki yfir. Hann hlustar, sýnir skilning, virðir, umvefur, uppörvar og hvetur. Leifum kærleikanum að stilla okkar viðkvæmu strengi í okkar dýrmæta hjarta svo að hann fái notið sín, flögrað og borið birtu og yl til allra þeirra sem þurfa á umhyggju, uppörvun og hvatningu að halda með sínum fögru umvefjandi og hlýju vængjum. Því þannig getur þú og við orðið farvegur friðar og farsaldar á ferðum þínum ævinnar veg eins og þið sannarlega eruð. Fegurðin býr þar sem fyrirgefning, réttlæti og friður faðmast. Fegurðin fingrafar Guðs í þessum heimi og þú þar með talið. Látum því ágreining, misklíð og óvild aldrei verða kærleikanum yfirsterkari, jafnvel þótt við séum ekki alltaf sammála alla hluti. Sönnum kærleika fylgir friður og sönnum friði fylgir virk hlustun, skilningur, virðing og vinátta, sanngirni, réttlæti og sátt, samhugur, umburðarlyndi, systra og bræðralag, samstaða og fyrirgefning, eining í hug og hjarta. Kærleikur og friður dýrmætar gjafir sem uppsprettu sína í hjarta Guðs og við megum hvert fyrir sig og saman taka á móti og þiggja daglega og hverja stund í auðmýkt. Veist að með þinni veru, fögru nærveru, henni getur fylgt svo mikil uppörvun og fallega fréttir þrátt fyrir allt, jafnvel þrátt fyrir vonleysi og svartnætti stund. Það á okkar valdi að nesta náungan með uppörvun, fallegum orðum, söng, tónlist, hvatningu inn í daginn eða hvert verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Mættir þú, dýrmæta manneskja, blessa okkur áfram með nærveru þinni hér á jörð, við tillitssemi, gullkornum, kærleika þínum, umhyggju og hjálpsemi, því það gefur okkur hinum svo ótrúlega mikið. Guð gefi að allir okkar dagar mættu verða hamingjudagar, þannig að öll okkar verk saman mættu mynda eitt stórt kraftaverk. Guð góður og þú frábær, því að þú hans dýrmæta sköpun. Guð gefi að líf okkar allra mætti einkennast af þakklæti og virðingu fyrir lífinu, mætti vera samfelld lofgjörð sem tendrar eld kærleika frelsarans Jesú Krists í okkar hjarta, sem veitir okkur aðgang að því að njóta samvista við hann. Þann eilífa lífsins anda sem hjálpar okkur að skynja og meðtaka hina raunverulegu hamingju, þakka, taka tillit,
gleðjast og fagna lífinu saman. Felum okkur því huggara lífsins, frelsaranum sem aldrei bregst. Guðs andi fyll okkur friði sínum, næri og blessi með kærleiksríkri nærveru sinni. Já, viljurðu vera eitthvað í þessum heimi, eru peningar, velgengni, viðurkenningar og veraldleg virðing eða völd ekki endilega leiðin. Heldur útbreiddur og miskunnsamur og umvefjandi, fyrirgefandi, fórnfús og friðgefandi kærleikans faðmur sem krefst ekki endurgjalds. Fegurðin býr nefnilega það sem að fyrirgefning, réttlæti og friður faðmast eins og við ræddum, og það er svo gott að fá að hvíla í Guðs friði í Jesú nafni. Í hvaða kringumstæði sem er nefnilega svo gott að finna stuðning frá fólki sem er andlega örlátt, eins og þið, jafnvel í smæðsinni. Það sem orð og andi umlíkjandi nærveru, jafnvel í fjarveru, eins og í streyminu, fá að streyma fram til góðs, ómetanlegt andlegt góðgæti frá hjarta til hjarta. Lifum því lífinu lifandi núna og njótum þess, því þetta er okkar stund. Verum ekki sífellt að bíða eftir einhverju sem verður kannski seinna. Lífið vill fá að faðma þig, láttu það eftir þér að faðma það á móti. Vertu með þú ert, því það er of seint þegar þú ert farin. Við erum því ekki feimin við framtíðina. Guð gefa okkur hugrekki til að stíga inn í hana og láta okkur muna, því hamingjan þarf á okkur að halda. Því veistu að með veru þinni fylgja svo fallegar og uppörvandi fréttir. Mætti þú langa framtíð, hald áfram að blessa öll þau sem á vegi þínu verða. Því að þú ert svo mikilvæg og mikilvægur í liði lífsins. Guð gefa vera þín mætti verða áfram sem flestum til blessunar, og kærleikskyndil fölskvalausar elsku þinnar getur nefnilega loga svo glatt í dumbungi dagana, bara þú tendrar hann og gefur honum tækifæri til þess. Hann er þess nefnilega megnugur að bera birtu og yl inn í hjörtu fólks í kringum þig, já, alls þíns samferðafólks á ævinar vegi. Hlúðu vel að kærleiksblóminu ljúfa sem sáð hefur verið fyrir í hjarta þínu, og við höfum öll verið kölluð til að vera farvegur fyrir. Því veistu að farvegur fegurðar umhyggju þinnar getur verið líkt og ljúfur andblær af himnum ofan. Ljós sem tendrar ljós á kyndlum í hjörtu margra sem þér mæta á lífsins göngu. Ég man þegar ég greindist með krabbamein og við hjónin vorum stödd út á Krít í sumarleyfi og síminn hringdi og ég fekk þessi skilaboð og ég hefði viljað bara taka símann og þeyta honum út í laugina og halda bara áfram. Þetta gat ekkert verið að gerast. Þannig voru viðbrögðin á þeim tíma og svo var bara lagst á sólbekk og farið að gráta og við föðmuðumst hjónin. Og ég hugsaði ég ætti aldrei eftir að upplifa það, til dæmis og við, að vera amma og afi. Það var mjög fjarrænt einhvern veginn á þessu augnabliki, þannig eru bara viðbrögð þegar fólk var svona tíðindi. Í dag voru í heimsókn hjá okkur 8 barnabörn. Þvílík dásemd og dýrð og þakklæti sem fylgir því að hafa fengið að upplifa allt þetta. 8 barnabörn á aldrinum 2 mánaða til 10 ára. Það 9. er reyndar í faðmi Guðs á himnum. Guð blessi hann, Davíð. Ég hef aðeins eitt líf. Það er mér mjög dýrmætt og ég reyna að lifa því og ég vanda mig. Samt veikist ég, verð fyrir vonbrigðum og særist. Að lokum slokknar á líkama mínum, hann deyr og verður að moldu. Ég á aðeins eitt líf, en það gerir ekkert til. Ég sætti mig við það, því að líf mitt er í Jesú og það varir að eilífu.
Ég bið þig, góði Jesús, að vera hjá mér í nótt, gef ég heyri orð þín, vinur sofðu rótt. Til þín gott að flýja, þú gefur mér krafta nýja, svo hjarta mitt fái tifað og orð þitt í mér lifað. Kærleikans Guð blessi hjört okkar og hugsanir í Kristi Jesú, frelsar okkar og eilífa lífgjafa. Já, við eigum aðeins eitt líf, en það heldur áfram. Lifum sítengd við það, þótt að kunna reynast svalt á köflum. Sjáum í þakklæti með hjartanu, umvefjum hvert annað og föðmumst, því lífið svo dýrmætt ferðalag sem getur varað að eilífu. Já, dýrð sé Guði í Jesú nafni, með einlægu þakklæti fyrir allt. Njótum lífsins og munum að spurning fermingardagsins spurning dagsins alla ævi. Hamingjan felst nefnilega í því að eiga nafn sitt skráð með himnesku letri í lífsins bók. Já, lifi lífið. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var frá upphafi enn og verður aldir og að eilífu. Takið postulegri kveðju og rísum á fætur. Friður Guðs sem ofar okkar skilningi varðveitu hjört okkar og hugsanir í Kristi Jesú, frelsara okkar og eilífa lífgjafa. Náð hans sé með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Gjör svo vel. Takk, elsku vinur okkar. Já, það víst ekki annað við hæfi heldur en að flytja lagið sem að bara frá þessari stundu þarna 2014 á þessum útgáfutónleikum, þá var þetta lag, Dýrð sé Guði, einhvern veginn lagið okkar og lagið hans Sigurbjörns. Við eigum það einhvern veginn svona öll saman bara. Þannig að við skulum syngja það saman og ef þið kunnið, syngið þið með. Dýrð sé Guði, dýrð sé Syninu, á himni sem á jörðu, að eilífu. Aldir alda, dýrð sé andanum, Föður vor á himnum, heilugur. Faðir minn, faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu. Amen. Þitt ríkið, þinn mátturinn, á jörðu sem á himni, að eilífu. Dýrð sé Guði, Föður Syninu og
sé syninum á himni sem á jörðu að eilífu. Faðir minn, faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji aldir að eilífu. Amen. Faðir minn, faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji aldir að eilífu. Amen. Já, lagið okkar. Og takk fyrir þessa dásamlegu hugleiðingu. Ég held að bara hvert og eitt okkar, við stækkum alltaf við að hlusta á þig. Þú ert alltaf svo uppörvandi. Jæja, það er komið að bænastund. Og í Lindakirkju þá höfum við þann háttinn á að við sitjum bara í sætunum okkar og við hlustum á kórinn syngja. En við getum líka skrifa bænarefni og sett í bænastjakan hérna vinstra megin hérna fyrir aftan. Og fyrir þeim bænarefnum er beðið á 50-dagsmorgnum af bænahóp og það sjálfsögðu, það eru allir velkomnir að koma og vera með í þeim bænahóp. Hann hittist hérna klukkan 9 á 50-dagsmorgnum. En í kvöld ætlar kórinn að syngja fyrir okkur vögguvísu og það er yngsti kórfélaginn okkar, hún Sólveig, sem ætlar að syngja fyrir okkur vögguvísu sem er lag sem að ég gerði og gaf út á diski 2009. En hún er fædd 2005, þannig að hún var hérna, 4 ára. Og hún fékk að heyra þetta bara í vikunni. En hún er svo fljót að læra, hún er svo ung. Ég hefði verið alveg bara marga mánuði. Það var sannlegt. Klæðist hvítum kjól, strýkur barn á kinn. Er húmið nálgast á sest hún sól, nóttin hljóðleg læðist inn. Kyssir barnið breiðir sæng, blessar barnið frí. Svefnin ber á fuglsins væng.
sofnar, finnur friðinn þinn, kveðjumst vinur nú stund. Haltu í hönd hans sem allt sér, sofðu barn mitt vært og rótt. Góður Guð þig geymi alla nótt, hann vakir yfir. Haltu í hönd hans sem allt sér, sofðu barn mitt vært og rótt. Góður Guð þig geymi alla nótt, hann vakir yfir þér. Kæri Jesús, þakka þér Drottinn fyrir þetta kvöld. Þakka þér Drottinn fyrir þessa kirkju, Linda kirkju. Takk Drottinn hvað þú ert að gera hér, hvað þú ert að blessa fólk hér. Og ég bara þakka þér fyrir einn og sérhvern sem er hér í kvöld. Takk Drottinn fyrir hvern starfsmann og bara alla þá sem sækja þessa kirkju. Bið þig Jesús að vera með þeim sem að líður illa akkurat núna. Bið þig bara Drottinn að koma inn í líf þeirra og umbreyta. Og mér langar að biðja líka fyrir því að við nýtum tíman. Eins og Sigurbjörn var að segja okkur í kvöld að við verðum að nýta tíman. Hugsa hverja mínútu, hverja sekúndu. Hvað við gerum við líf okkar. Lífið er núna. Og þakka þér Drottinn að það er engin betri staður en að koma hér í kvöld og bara hrópa til þín. Gráta, hlæja, brosa, vera bara við. Takk Jesús fyrir þína elsku. Ég bara biði Drottinn áframhaldandi blessun fyrir þessari kirkju og bara fyrir íslensku þjóðinni líka. Að íslenska þjóðin sem við erum partur af megi leita til þín með allt. Amen. Við skulum sameinast í bæninni sem Jesús kenndi og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum standa á fætur og meðtaka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og ég held að þið megið alveg setjast, því það er komið að lokum. En mér langar að þakka ykkur fyrir komuna og svo takk Óskar og takk Þórir, takk kór og allir einsöngvarar í kórnum.
Takk Sigrún og Ásta og Siggi fyrir ritningalestra og bænir. Takk Heiðrún, Jara og Magnús fyrir ykkar flutning, frábær algjörlega. Takk Björn Ingi fyrir streymið. Og svo það María og Ágústa, takk fyrir að taka svo fallega á móti okkur öllum, bæði öllum sem voru að koma og kórnum og takk síðast en ekki síst, takk innilega, svo mikið, elsku Sigurbjörn fyrir að koma og flytja okkur þessa fallegu hugleiðingu og hlökkum bara til að fá þið aftur sem fyrst vonandi. Og eigum ekki að gefa öllum gott klapp. Óskar, eru einhverjar auglýsingar? Ekki nema bara svona skjóta pínu svona spennu út í loftið. Við vorum með allan daginn í gær að æfa fyrir jólatónleikana kórinn og var þetta ekki svolítið flott hjá okkur. Þetta verður algjörlega sturlað. Við ætlum að taka fullt af lögum, bara þið verðið að fylgjast með þegar miðasalinn hefst og svo aðventukvöldið helginu undan. Þetta 7. desember og 30. nóvember aðventukvöldið okkar. Þetta verður allt kynnt, fylgist bara vel með á heimasíðinu og Facebook síðu kórsins og svo náttúrulega bara í næstu viku, þar næstu viku, 23. þá verða lyftutónleikarnir. Þá mætið þið, ég búin að segja frá svo nokkur sinnum en þið sem ekki hafa heyrt þetta áður, þá verða hér stórstjörnur, Bubbi Mortens, Katrín Halldóra, Ragnheiður Gröndal, Siggi Ingimars, Mari Ólafs og Matti Matt, ég glemdi honum alltaf síðast að kynna hann verður líka, þannig að endilega mætið þið. Miðasalan á, Gummi, hvað miðasalan? Lindakirkja.is, já. Þannig að bara endilega látið sjá okkur. Hátíðinu 23. 50 dagur. Ég man ekki eftir meira. Ha? Ég held að sé komið. Það? Ertu búin að auglýsa allt sem getur auglýst? Það svona flest, ok. Í billi. Og svo í janúar. Já. Já. En í Lindakirkju þá endum við oft í svona gospelstuði og við Óskar vorum sammála það að það væri alveg komið tíma og kórinn tæki eina góða gospelsirpu sem með lögum eftir André Krauts. Krauts sirpan svo kallaða. Ég ætla að fá að vera með. Já. Ég slekk samt á mæknuðinum. Ha? Já, maður slökkt á mæknuðinum samt. Já. We
To God be the glory. He has Förum í friði og þjónum drottni með gleði.